í annan dagskrárlið og forseti vill nefna það að hún þarf að leita afbrigða að taka inn breytingartillögu sem hefur verið borin upp til allra borgarfulltrúa kjósi þegar ég lesi breytingartillöguna upp. Breytta tillögu fyrirgefiði. Nei, þá langar mig að óska eftir því að það gefi mér leyfi að taka hana inn með afbrigðum. Mér langar ofsalega mikið til að borgarfulltrúar komi inn í salinn og taki þátt. Þá legg ég það til að breytt tillaga sé tekin á dagskrá, þeir sem samþykkja það vil leggja ummerki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá er það tillaga Reykjavík gegn plasti. Þá tekur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fyrst til máls. Forseti og borgarfulltrúar. Ég vil bara fagna því að við leggjum hérna fram tillögu gegn plasti eða tillögu að hætta að nota einnota umbúðir saman hér í borgarstjórn. Við sjálfstæðismenn hófum umræðu þetta plastpokalausa Reykjavík og alls kyns aðgerðir til þess að reyna að draga úr plastnotkun því að hún hvimleið og mjög stórt vandamál sem að við þurfum að fara að beina augum okkar að í miklu meira mæli en við höfum gert. Og í framhaldi af þeirri umræðu sem ég fannst góð á þeim fundi og svona bara samhljófur með okkur, þá vildum við taka dagskrá tillögu þetta mál hér og allir flokkar aðrir komið með sem ég finnst frábært. Og ég vil bara þakka fyrir það. Tillagan hljóðar núna svona, hún reyndar öðruvís á vefnum því henni var aðeins breytt frá því forsætisnefnd fjallaði hana og voru samþykkja að taka þá tillögu dagskrá hér og hún hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að móta og hefja aðgerðir gegn notkun einnota umbúða í borginni. Horft verði til þess hvernig auðvelda megi borgarbúum að komast hjá einnota umbúðum og velja annað en til dæmis plastpoka og annars konar einnota umbúðir. Skal aðgerðaáætlunin unnin í samstarfi grasrótarsamtök, samtök verslun og þjónustu, starfsmenn borgarinnar og íbúa. Þá verði skoðað hvernig megi standa fræðslu í að ná þessum markmiðum. Rýna skal í aðra markaða stefnu borgarinnar sem kann að skipta máli fyrir verkefnið og hafa þær stefnu til hliðsjónar sem þegar hafa verið samþykktar í umhverfis-, auðlinda- og úrgangsmál. Ég vona bara og býst við því að þessi tillaga verði samþykkt eða henni vísað eitthvað í frekari vinnslu því að auðvitað þarf að vinna þessum málum. Við gerum það ekki einn, við þurfum auðvitað að fá til liðs við okkur fólk sem að gjörþekkir þessi mál því að þetta ekki alltaf einfalt. Mér finnst mjög gott að sjá hérna að við ætlum að reyna að vinna með eitthvað vettvang og fara eitthvað samtal við verslun þjónustu og þá sem eru birgjar og þá sem eru að vinna í vörunni því að það getur skipt verulegu máli. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð að svo stöddu, ekki nema bara ég þurfi eitthvað að gera það, en bara fagna því mjög ef þessi tillaga verður samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Borgarstjórn og forseti borgarstjórnar, ég fagna þessari tillögu. Hef sjálfur tileinkað mér svona plastlítinn lífstíl og finnst eiginlega ekkert að annað komi til greina þegar maður einu sinni kominn inn í þann farveg og ég held að það muni aukast. Sem sagt, fín tillaga og ágætis innlegg í þá vinnu og í þá stefnu sem hefur þegar verið mörkuð. En eins og borgarbúar vita að þá núna hafin í borginni, hófst á síðasta ári, söfnun á plasti í sérstakar grænar tunnur og sú söfnun hefur gengið vonum framar. Það voru komnar í ágúst, það voru síðustu tölur sem ég hef, þá voru komnar 13 tonn af plasti sem að söfnuðust bara í þessar tunnur og í júlí af þessu ári var búið að safna saman jafnmiklu plasti á grendarstöðvar, í tunnurnar ætla ég að segja, og var safnað í 57 grendarstöðvar árið þar áður.
Þannig að Reykvíkingar hafa heldur betur tekið við sér. Það ekki til nákvæmar tölur það hve plastpokanotkun mikil hér í borginni, en það eru þó vísbendingar það að það séu kannski það séu allavega yfir 100 pokar á hvern íbúa. Og það áhugavert í ljósi þess að hver plastpoki að jafnaði aðeins notaður í 25 mínútur, en það getur tekið hann meir en 100 ára að brotna niður í náttúrunni. Þannig að þetta stórt mál. Almennt má segja að í borgin hefur mótað stefnu í þessu máli það sem horft til svokallaðs úrgangsþríhyrnings þegar kemur að forgangsröðin í úrgangsmálum, og sem felst meðal annars í því að lágmarka myndun úrgangs, endurnota, endurvinna og endurnýta og loks farga ef ekkert annað mögulegt. Og það í gildi hér í borginni umhverfis- og auðlindastefna Reykjavíkurborgar, þar sem stefnt að því að draga úr myndun úrgangs og auka endurnýtingu og endurvinnslu. Og í janúar síðastliðnum þá var jafnframt samþykkt aðgerðaráætlun með höndlun úrgangs í Reykjavík til 2020. Og þar ein af þeim aðgerðum, aðgerð númer 5, þar sem undir þessum titli átak gegn plastpokanotkun í Reykjavík, eða átaki verði hrundið af stað. Þannig að ég held að þessi tillaga borgarfulltrúans hún falli mjög vel að settri stefnu og legg til að henni verði vísað til borgarráðs. Það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Nei, segir hún. Já, þá ætlar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að veita ansvar í staðinn við ræðu borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að minnast á það að hér var ég einu sinni nemandi og síðar kennari. Og það ánægjulegt að segja frá því að það var einmitt hér í þessum skóla sem kennarinn okkar Guðmundur Magnússon talaði heilmikið plast og skaðsemi plastsins og hvatti okkur nemendur til þess að draga úr plastnotkun. Mig langar til þess að hvetja alla starfsstaði Reykjavíkurborgar til að draga úr plastnotkun. Ég held að velflestir skólar og leikskólar geri það og þó að þetta sé inn í einhverju úrgangsstefnun borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, þá held ég að við þurfum sérstakt átak í þessu einu og sér og byrja á einstaklingunum sjálfum. Því að með því getum við unnið svo mikið og náð því markmiði sem við viljum að gera Reykjavík að plastpokalausri borg. Þannig að tillagan sem hér flutt, ég vona bara henni verði vel tekið og hún fái góðar umræður. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita ansvar. Þá andsvörum lokið og ekki fleiri á mælendaskrá. Þá áskilja fulltrúar minnihlutans sér rétt til bókunar og sennilega meirihlutans líka. Við berum þá þessa tillögu upp til samþykktar og vísum henni til útfærslu í borgarráð, til borgarráðs, þeir borgarfulltrúum sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá komið